Hér á Skagaströnd verið að vinna að endurbótum á húsnæði undir nýjan veitingastað. Hann verður staðsettur hérna niður á höfninni og á að heita Harbor upp á ensku. Það eru tvenn hjón sem standa að þessu og þau stefna ótrauð að því að opna Harbor á sjómannadaginn. Hvernig kom þessu hugmynd til að opna veitingastað á Skagaströnd? Hún kom til þess að hér var engin veitingastaður og bara vantaði virkilega að okkur fannst að hafa hér veitingastað til þess að hér er mikið líf á bryggjunum yfir sumarið og fram á haustið. Húsið sem varð fyrir valinu hefur þjónað ýmsum hlutverkum, nú síðast sem vigtunarhús fyrir fiskmarkaðinn. En hvers vegna einmitt þetta hús? Stefáni datt þetta hús í hug og seldi okkur þessa hugmynd bara á núleitni eiginlega. Bryggjan, hér er líf og fjör og það keyra allir á bryggjuna sem kom í bæinn. Þetta Lárustahús var sem sagt vegstæði fyrir aftan þegar voru þrær og bræðsla. Og þarna í hinu húsinu voru sem sagt túrbínuhús. Af hverju þessi stóru strompur? Já, það hlýtur bara að vera varðandi síldabræðsluna. Samt var nú annar hérna. Ég er ekki alveg að játa það. Af hverju þessi stóru strompur? Ætli ekki örugglega að halda honum? Jú, það held ég. Jú. Það er heljarn að vinna að ná honum niður, held ég. Það eru 2 ár síðan þau hófust handa full bjartsýni, enda ekkert COVID komið á þeim tíma og engin efi í huga þeirra, eða hvað? Nei, ekki þannig, en samt á einhverju tímapunkti, já. Hverjar eru helstu hindranir við að opna svona stað út á landi? Það er að fá fjármagn. Að bankarnir hafi trú á því að svona rekstur geti gengið út á landi. Ég held að það sé stærsta hindrunin. Og þegar búið var að tryggja fjármagnið var fátt til fyrirstöðu að hefja verkið. Já, við byrjum bara strax að rífa sem sagt allt sem var ónýtt og bara fljótlega eftir það byrjum bara að byggja upp. Það kom nýtt tak og gólfefni og nýtt gluggar og hurðir. Hvað ætlið að hafa á matseðlinum á svona veitingastæðinir á höfn? Það verður bara fjölbreytt, pizzur, hambúrgar, steik, salut. Og að sjálfsögðu fiskur? Já, fiskurinn, gleymum því ekki. Já. Hér er náttúrulega mjög mikið lagt upp, er það ekki? Bara af bátum sem koma hingað? Jú, við erum alltaf með fiskmarkað hérna alveg við hliðina á okkur. Þannig að það er... Og vörusmiðjuna hérna hinum megin fyrir mat úr héraði. Já. Ætlið að leggja upp úr því aðalega, mat úr héraði? Já, já. En er ekki styrkur í því að þið eru tvenn hjón að fara í þetta saman? Jú, getum treyst hvort á annað og það er mjög styrkur í því, já. Hvernig hefur samfélagið tekið þessari hugmynd? Bara fagnaði, held ég. Það eru allir bara rosa okkur fyrir þetta og þú eru að fara í þetta og þannig að ég held að bara allir mjög hrifin að þessu. En þó heimamenn tæki þessu framtæki afar vel, þá dugar það ekki eitt og sér til að halda veitingastað opnum þarna allt árið. Sveitarfélagið hefur ákveðið að efla Skagaströnd sem ferðamannastað, til dæmis með uppbyggingu baðlóna við höfnina, sem vonast til að verði mikilvæg lyftistöng fyrir alla ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra og einnig kærkomin og heilsu eflandi viðbót við þjónustu fyrir heimamenn. Við náttúrulega erum með spákunuhof hérna. Góðan gólfvöll. Já. Og svo náttúrulega Kálfshamrarsvík að verða einn stór segull. Þannig að fólk sem fer þangað keyrir náttúrulega hér framhjá, sko. Þannig að... Gönguleiðir upp á borgina, höfðin. Síðan erum við með alveg ógrunni af vötnum út á Skagann til þess að fara að veiða í og leika okkur. Svo er á döfunni að gera sjóbuð hérna, sem við bindum mikla vonum við. Það verður spennandi. Það verður mjög spennandi. Skella sér sjóbuð og koma svo í mat á Harbor. Algjörlega. Síðan náttúrulega sundlaugin hérna við hliðina okkur líka. Hún er alveg einstök. Já, þú segir það. Já, mér finnst hún æðisleg. Þetta er örugglega krúttlegasta sundlaug á landinu. Já. Ég held bara Skagaströndingar viti það ekki. Það er stundu þannig. Já, kannski. Hvenær ætlið að opna? Stefnum á sjómánudaginn. Vonum að það takist.